förum við að opna hérna fyrir spurningar og fyrirspurnir bíða aðeins. Ég ætla nú að byrja á því að misnota aðstofum mína og koma hérna til að safna saman svona 3-4 í einum. En það er allt, sko, eftir að hlusta á ykkur, þá er ein alveg lykil spurning. Landsvirkjun er ríkisfyrirtæki. Hin nýja stefnumótun Landsvirkjunar hlýtur að mótast af því að eigandinn hefur eitthvað með það að gera, eins og ætti. Það er að segja, eigandinn er búinn að móta núna nýja stefnu í Landsvirkjun. Sami eigandi er búinn að leggja fram núna og er að leggja fram núna þessa dagana í Alþingi rammaáætlun sem rauninni gerir ekki ráð fyrir því að vatnsaflsvirkjanir verði möguleikar í Íslandi. Það er í rauninni búið strikaðir út svona í stórum dráttum. Við vorum með fundið hérna í fyrra þess að við fórum í gegnum þetta. Menn tala betri nýtingu á ákveðnum virkjunum. Það er áreiðanlega rétt, en sem dæmi tvískinningin í þessu er að það er veituframkvæmd sem heitir Norðlinga Ölduveita, sem er ekki virkjun, sem er langhagkvæmasti orkukosturinn í dag. Hún er ekki inni, hún er ekki eins og í biðflokk hvað það með. Þannig að, sko, ég spyr, er þetta ekki bara sami skrípaleikurinn og með ESB? Það er að segja, þú ert á móti inngöngu í ESB en sækir það. Þú vilt búa til sæstreng til Evrópu, en þú vilt ekki virka til að búa til rafmagn. Ég skil þetta ekki. Þetta er nú meira kannski fyrir fulltrúa ríkisfyrirtæki. En svo er það bara þessi samfélagsáhrif. Ég er náttúrulega, ef við hugsum sko, norðaustur fjórðungurinn, það er alltaf komið í ljós hversu rosalega vel teknandi verkefni var það. Samfélagslega séð. Nú er ég bara að hugsa þessar þúsundir fjölskylda sem að búa á Norðausturlandi, sem vilja búa þar, líður vel þar. Við getum ekki sett þessa veljiðan inn í Excel-fælinn eitthvað. Þessu fólki líður vel að búa þarna af því að það hefur vinnu þar. Og hvernig getum við reiknað þetta síðan inn í Excel-inu, vegna þess að ef að orkan fer út af þá líður þessu fólki ekki einhverstað vel við að vinna við að einhver úrvinnslu úr orkunni. Ég ætla ekki að misbúta þetta meira, en þið gefum mér merki, en fyrst var Vigdís búin að gefa merki, við hefum hérna orðið fyrirgjörð og gefum mér svo aftur merki, já, Einar. Ég þakka okkur kærlega fyrir ykkar erindi. Það er eitt að segja því upphafi, ég er ekki að þingsályktunartillögunni sem Sigurður Ingi og fleiri fluttu, vegna þess að það má segja að ég sé málsvari andskotans í þessu rekstrarmáli, því að ég er honum mjög mótfallin. Þetta voru mjög góð erindi, nægt að beina spurningunum til þín, Magnús, vegna þess að til dæmis þá ertu hér að bera þetta saman við okkar fjögurum fiskimið og hvernig þau eru nýtt í dag. Sko, með tilkomu sæstrengs þá verðum við enn á ný hrávöru útflutningsland og erum ekki að fullvinna okkar afurðir heima og virðisaukinn skapast þó ekki hér á landi og það er náttúrulega vandamál sem við sjáum í okkar fiskveiðistjórnarkerfi að fiskurinn fluttur út og unnið þar en ekki hér heima og skapast þó ekki virðisauki hér á landi, þannig ég hef til dæmis mótfallin þessu að því leyti. Nú það vantar oft í dag og það er aðeins sem Jón Ingi fór yfir sko að hvernig á þá að skapa þessu okkur til þess að fyrstulega flytja þetta út og svo varðandi þessi iðnfyrirtæki sem eru hér á landi, álverið 10% af Evrópumarkaði. Ég vil meina það á næstu áratugum þá skapi stóriðjuleiki út úr löndum Evrópusambandsins og Evrópu vegna þessa loftslagskvóta sem er búið að setja þau fyrirtæki og það er náttúrulega bara eðli framleiðslufyrirtæki að sækja þangað sem er ódýrast að framleiða. Ég spyr því líka því við höfum tækifæri hér til meiri háttar uppbyggingar á sviði fyrirtæki sem þurfa mikið rafmagn og ég ætla til dæmis að segja hversu er þá svo erfitt að lækka verð til garðyrkjubænda. Þannig að þeir geti stækkað sig því við erum sko með alla þætti þess að hér geti sko skapast mikla gjaldeyristekjur á því. Við erum með heita vatnið og kalda vatnið og rafmagnið, bara smellur beintir í mótirið að gera þetta heima. Nú, varðandi svo þessar spurningar sem að ég ætla að koma með eru þær að þrátt fyrir það að það hefur sagt hér að við verðum að einangra þetta frá Evrópusambandsumsóknum með þetta sæstrengsmál. Ég er ósammála því vegna þess að þegar orkukaflinn er lesinn
ESB umsóknar orkukaflinn sem liggur fyrir, þá ákvæði í honum sem kveður á skilyrðislausa orkuafhendingu ríkis í Evrópusambandinu til annars ríkis ef að það er orkuþurrð í viðkomandi ríki. Þannig að þetta á að virka sem einn markaður og þetta kemur skýrt fram í þessu samningskafla sem nú hefur þegar verið lokað. Og þar kemur jafnframt fram að fyrirtækjum sem framleiða orku fyrir sig og ríki Evrópusambandsins gert auðveldara með að eigna að fá lán. Og það kemur líka fram í orkukaflanum, þannig ég spyr gegn þessara spurningar. Lánsþörf Landsvirkjunar svo mikil að það verið að skoða þetta í því ljósi að fá lán frá Evrópusambandinu vegna þess ákvæðis varðandi orkudreifingu og skilyrðislausa orkuafhendingu. Þannig að ég tel að við verðum að skoða þetta nákvæmlega í ljósi þess að það liggur inni umsókn hjá Evrópusambandinu. Því að þetta ein af grunnstoðum Lissabonsáttmálans. Það þessi skilyrðislausa orkuafhending ríkja og hvað annað hægt að gera en að horfa á þessu ljósi þegar við að tala þennan stóra sæstreng til Evrópusambandsins. Takk fyrir, við skulum taka eins og tói viðbútt núna í þessu orði Einar Sveinbjörnsson. Ég vil byrja á því að þakka ykkur fyrir að Landsmönnum er ekki að vera að halda þennan fund. Ég mætti þetta á seint minnskipti fundarbóðar það saman. Ég vil nálgast þetta á opnum hug og ekki gefa mér neitt fyrirfram. Benda hér á einn vinkil sem ég held að ekki komið fram í þessari umræðu. 1962 var lagður sæstrengur á Íslandi. Það var sæstrengur milli lands og eyja. Það var mjög mikilvægur. Vestmannaeyingar áttu sjálfir rafveituða rafstöð. Þeir framleiddu með dísilvélum alltaf rafmagn sem þeir þurftu, en ekki nóg með það en strenginn og seldu þeir rafmagn til lands. Bændur í landsbyggðum og víðar á Suðurlandi keyptu rafmagn frá Vestmannaeyjum. Í heimalækjarbósinu 73 þá fór þessi rafstöð út í hraun og einu vettvangi þá eyðilagðist þessi rafmagnstöð og síðan þá hafa þeir verið háðir flutningi raforku frá landi og út, reynda með 2 strengjum núna. Og ég vil í þessu sambandi, ég að minnast á þetta til þess að ég vil horfa á þetta meira sem samgöngum. Það er að auka tengingar landsins út á fyrst og síðast. Og hvernig framkvæmdinni, hvernig við ætlum að gera þetta og hversu hagkvæmt þetta á að vera, það er annar hlutur á þessum pening sem við verðum líka að passa upp á, en við verðum sem eyþjóð alltaf að reyna eins og við getum að auka samgöngur og þetta er einn hluti af samgöngum, rétt eins og við viljum hafa fjarskipti, við viljum hafa hér samgöngur með flugi, margar vélar á dag, þannig að við erum eyþjóð og þetta skiptir okkur gríðarlega máli. En spurning mín, ég svo sem rætt þetta út á ýmsum hlutum og tækifæri til þess síðar, en spurning mín til Magnúsar Bjarnasonar er þessi, að núna bara fyrir 2 vikum að þá voru ráðamenn, íslenskir ráðamenn út í Færeyjum að tala þar mögulegan sæstreng eða flutningar og vina okkar þar. Hvernig tengjast þessi verkefni saman? Það tengjast þau yfir höfuð ekki og ekki æskilegt til að horfa á þetta sameiginlega. Takk fyrir Einar. Valdimar Geirsson. Já, ég vil þakka kærlega fyrir þennan fund og ég vil segja eins og Magnús sagði áðan að ég er í þessum starfshópi ráðuneytisins lagningu sæstrengs. Ég er þar fyrir Neytendasamtakanna og ég vil aðeins byrja með smá innleggáðan í spurninguna. Sko við Íslendingar erum þannig að við erum mjög framkvæmdaglaðir og við heyrum alltaf jákvæðuhliðarnar á hlutunum þess að áður við förum framkvæmdar eins og í dag við erum að heyra alltaf jákvæðuhliðarnar. Ég hef eina einustu neikvæðuhlið. Við byggðum sæstreng fyrir fjarskipti fyrir hvað 1 áratugi eða rúmlega það. Það er bullandi tap á hann því að hann er aðeins nýttur 3%. Við byggðum hérna Hörpu fyrir nokkru 27 milljarðar. Bullandi tap í rekstri. Það er aldrei talað rekstur. Landsvirkjun býrt skýrslu og segir þetta er bullandi hagkvæmt. Út af hverju er það bullandi hagkvæmt? Það er bullandi hagkvæmt út af því að við getum sett græna orku og fengið niðurbraut. En það er nú þannig í Evrópu að græna orka er niðurbraut ef það eru nýjar framkvæmdir að ræða af grænni orku og í því landi sem hún framleitt.
Því spyr ég, reiknum við með því, eins og Landsvirkjun gerir, að við fáum sömu niðurgreiðslu í Englandi eins og Bretar fá fyrir sínar vindmyllur byggðar á hafi úti í Skotlandsstrendur. Þetta er forsenda sem Landsvirkjun reiknar með, að hún fái eða splitti með Bretum verði á raforku sem er 115 eurur á megawattstund, en meðan markaðsverðið er í kringum 60. Og þetta 60 hefur ekki hækkað síðustu 3-4 árin. Það er 47 í dag. 47, það er að flækka, það er samt frekar að flækka heldur en að hækka. Ég hef svona reiknað á svona gróft hvað hugsanlega rekstrarkostnaður geti verið. Hvaða tekjur þessi strengur þarf að fá með þeim nýju virkjunum sem þarf að bæta við. Og það er í kringum 80-90 milljarða króna eða 3 hörpur á ári. 3 nýbyggðar hörpur á ári. Sem sagt, ef allt fer til andskotans, þá fer Ísland á hausinn. Og ég bara tek sem dæmi ykkur eina neikvæða hlið. Segjum svo að strengurinn fari bara slitni á miðju vetri og hafa úti, miðjið alltaf saman. Við vitum nú hvers konar veður þar er. Skip get ekki komist að laga streng ef ölduhæð er meira en svona 1-2 metrar. Þeir verða að bíða til sumars. Getur flutningur á raforku þá stoppað í hálft ár? Hefur við efna á því? Hefur Landsvirkjun reiknað eitthvað áhættu af þessum streng og rekstur? Því að ég hef ekki séð neinar tölur rekstur á streng, ég hef bara séð hagnaðarvonir og hvað stoppkostnaðurinn er. Takk fyrir. Takk fyrir Valdimar. Takk að þetta einni viðbótingar í sófanum, ég er búinn að gleyma nafnið. Skarphéðinn. Ég nú frá Siglufirði, en mikið Reykjavík í dag á vísu, en ég ætla að þakka fyrir erindin, flott erindi, og ég sé ekki sammála öllu sem kom fram það. Fyrsta spurningin er nú bara sal og rafmagn úr landinu, erum við þá ekki fyrst og fremst hráefnisframleiðendur. Það er svolítið auðvelt að líta tilbaka á sögun, reynslu af þessu. Og ég veit þannig á að ef við seljum rafmagn út á landinu fyrir 1 krónu, þá er krónan eiginlega farin út á hagkerfinu. Aftur á móti, þegar við erum að búa til eitthvað á landinu til þess að vinna úr þessu rafmagni fyrir krónuna, þá heldur hún áfram. Hugsaum bara álverðin, hvað þau voru að skapa miklu landi. Við getum litið á einfalt dæmi. Ég man þegar það var verið að virka Blöndu. Þá eru þeir sem er þess að landið, þeir voru svo orðin, það var ekki byggt upp í kringu, það var ekki byggt upp í Austur-Húnavatnssýslu, ekki byggt upp í Vestur-Húnavatnssýslu, en þeir voru búið að byggja upp að þá tók lítið við og þeir nutu ekki mikið skóls af þessu. Við sjáum þessu muni fyrir austan. Það er hreinlega vel með augum fyrir austan, það er verið að byggja upp. Þeir eru að tala atvinnuna á bak við þetta allt, og þá er yfir bara lítið á fyrirtæki. Ég veit eitt fyrirtæki sem er bara vélsmiði að þjóna álverunum á vísu bæði fyrir austan og í Hafnarfirði. Og þeir eru með 150 manns í vinnu, bara ein vélsmiða í þjónustukjörn. Það þá rafvirkjarnir og smiðirnir og kennarar og heilbrigðisfólki og allt batteri sem eru á bak við þetta fólk sem er að vinna það. Norðmenn, það er ekki að tölu fyrir 14% hækkun. Ég líti þetta 14% hækkun í okkur, hún er auðvitað miklu alvarlegri heldur á Noregi. Því við erum með þannig kerfi inn í okkar hagkerfi, þess við svo gríðarlega á. Ef að rafmagnsverðið hækkar á Íslandi, þá er ekki bara að hækka rafmagnsverðið sem við borgum í hverju mánuði. Það hækkar hér íbúðarláni milljónum. Og allar íbúðarlási sem eru með lán. Þannig þetta veldur svona hvað á öðru. Ég held að það er nú alveg greinilegt með rammaáætlun, þá fáum við ekkert að virkja mjög mikið.
Ég væri nú ansið hrættur það ef við ættum að missa út á landinu. Þetta mikla sem við fáum að virkja, það kom greinilega fram í erindunum. Þetta ekki hagkvæmt nema að virkja með ríki líka, þetta sagt mikið í viðbúinu. Þá komið mjög mikið samkeppni þarna að flytja út á móti því að reisa hér einhver fyrirtæki skapast sem er virkilega á hana. En eitt auðvitað bara innlega takk fyrir fundinu, þetta er gótt að ræða þetta. Takk að skapir. Við erum að vera mjög hnitmuð, þannig ég ætla að byrja ykkur að svara þessum kommentum sem hafa komið hér. Markus Gjörsson fyrst. Takk fyrir, þetta er svo margar spurningar, allar mjög áhugaverðar. Ég ætla að reyna að ná þeim öllum og ég ætla að reyna að vera mjög gagnóður. Leifur verum að rammaáætlun og stefnumótun landsvirkjunar, það kom bæði fram frá Skarphéðini og Vigdísi og frá þér. Ég held að það er mikilvægt eins og við höfum sagt og við höfum margótt verið haft fyrir herði að stefnumótun sem fælst í rammaáætlun er gríðarlega mikilvægt fyrir orkufyrirtækin á Íslandi og sjálfsögðu hafa menn skoðanir á því en sú ákvörðun er tekin á Alþingi og Landsvirkjun sem fyrirtæki alveg eins og önnur fyrirtæki hér í orkuframleiðslu verður bara að lifa með þeirri niðurstöðu. Það er bara einhver ákveðin niðurstaða sem verður. Þess er ákveðlega mikilvæg þessi stefnumótun og það er hægt að líkja rammaáætlun við kvótakerfi. Kvótakerfi varð ákveðin stefnumótun í sjávarútvegi og saman kom að segja kvótakerfi og þá veitum við náttúrulega að skipta skoðanir það. En þá var það eins og algjörlega óumdeilt að kvótakerfi jók arðsemi í sjávarútvegi vegna þess að það var mjög fyrirsjáanlegt sem það var hægt að gera. Menn voru bara að stilla fjárfestingar og framleiðslu. Og þess vegna hefur því að stefnumótun Landsvirkjunar þarf að ganga upp sama hvernig rammaáætlun fer, sama hvernig sæstrengsverkefni fer. Það er okkar ábyrgð sem erum að vinna hjá Landsvirkjun, það er ábyrgð stjórnar Landsvirkjun, það eru líka að gera greinarmun á eigandunum þegar við erum að tala stjórn Landsvirkjunar og ábyrgð þess fólks við að móta stefnuna og svo aftur eigandunum. Eigandunum á að sjálfsögðu að setja sér eigendastefnu á ákveðna stefnu en síðan hefur eigandi líka skuldbundið til þess að hafa ekki þá meiri afskipta fyrirtækjum. Þetta er bara sögum prinsip eins og við þekkjum úr öðrum fyrirtækjarekstri. Og þarna er það ábyrgð manna að móta þessa stefnu. Hún verður að halda vatni alveg sama hvernig rammaáætlun fer, alveg sama hvernig þetta sæstrengsverkefni fer. Og það er það. Ég fór yfir þessa stefnu hérna áðan og ég hvet ykkur til þess að hafa skoðun á henni. Við höfum verið að tala mjög opinskátt þessa stefnu. Þessi stefna hefur orðið til að mínu mati á undanförnum 3 árum og hún hefur verið kynnt jafnóðum á stórum, opnum fundum. Henni hefur verið miðlað með ýmiss konar hætti til aðila og við höfum hvatt fólk til þess að hafa skoðun á henni. Og skoðanir fólks sem hafa þess að vera að mæta á þessa fundi sem eru þá eigendur Landsvirkjunar, fólki sem býr í þessu landi, skipta máli, það er hlusta. Og það sem náttúrulega við erum að hlusta hérna í dag líka og þetta skiptir allt miklu máli. Já, ég ætla að reyna svona aðeins kannski að ég ætla ekki að fara í alveg í sömu röðu spurningar að komu. Ég er ekkert sérstaklega góður að skrifa, ég vona þið bara hjálpi mér, þetta er ekki það fjölmenni fundur að þið getur bara leiðbeinir ef ég er ekki að fara rétt með spurningar. Það kom spurning hérna með stefnu Evrópusambandsins, þetta verður frá Valdimar og hvort að það lægi algjörlega fyrir að þessi styrkir að þeir ættu við framleiðslu sem færi fram í öðru landi. Stefna Evrópusambandsins er mótuð með direktíf eða tilskipun sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins samþykkti 2009 og er kallað RES-direktíf. Það er algjörlega skýrt að samkvæmt þeirri stefnu að þá er aðildarríkjum heimilt að útfæra sína löggjöf með þeim hætti að þetta fari þvert á landamæri. Evrópusambandið horfir á þetta út frá Evrópu en síðan er hverju landi innan Evrópusambandsins sett það hefur það vald á sínum málum eða hvernig það vil útfæra sína stefnu. Noregur og Svíþjóð eru saman og þannig að þar flæða þessi styrkir á milli þessara tveggja landa. Í Bretlandi, sem er svo markaður sem við höfum verið að horfa til með tillit til þessa verkefnis, að það er í gangi nú ferli sem heitir IMR eða Electricity Market Reform og það er búið að birta markmið breskra stjórnvalda með þessari löggjöf en síðan er verið að útfæra löggjöfina núna og það er gert í
sem kallar primary legislation og secondary legislation. Og það eru tilkynningar sem eru núna að berast frá þessu ferli og þetta er mjög gagnvirkt ferli. Og bresk stjórnvöld hvetja okkur til þess að taka þátt í ferlinu vegna þess að þau vilja kynna það sín markmið og svo komið tillögur í hvernig og svo spyrja þau hvernig passar þetta ykkur. Og það er alveg ljóst og var staðfest náttúrulega í memorandum of understanding sem að breski orkumálaráðherrann og íslenski atvinnuvegamálaráðherrann eða þá iðnaðarráðherrann skrifuðu undir að þá var ákveðinn vilji staðfestur það að þetta yrði skoða. En og aftur þá minn ég að það við erum að skoða. Það er ekki verið ákveðin. En til þess að geta skoða þetta, þá er þetta mjög mikilvægt sem að Valdimar bendur á, að þá þarf það að fá staðfest í þessu ferli að það verði akkurat þannig að þessi styrki sem bresk stjórnvöld hyggjast leggja í til þess að auka sína framleiðslu og endurnýjanlega orku, að það eigi við framleiðslu fyrir utan Bretland. Og það má alveg segja að það í mótu núna. Það það margt sem bendir til þess og mjög margt að það verði með þeim hætti. Og Bretarnir þess að horfa til Írlands og það verið að skipuleggja verkefni með onshore vind sem fluttur út í Bretland og það byggir á þessu kerfi. En þetta er alveg hárrétt. Líka þetta með orkumarkaðina. Sjálfsögðu hafa verð á orkumörkuðum heimsins hafa þau gefið eftir í þessari kreppu sem við erum í núna. Það skiptir einhver máli hvort það er þorskur eða rafmagn eða ál eða kísilmálmur. Þetta er í raun og veru allt saman knúið áfram að saman, þetta er knúið áfram að hagvexti heimsins og það hefur gefið eftir. En það er akkúrat tækifæri sem núna er út af þessu restarektivi að þá í raun og veru Evrópusambandið að búa til að mekanisma að ríkjum verði gert það heimilt að tryggja menn fyrir þessum sveiflum. Þannig að allt þetta byggs og ég veit að það er mjög skipta skoðun á því og ég hef mínar eigin persónulega skoðun á því hvort að menn eigi að vera nota mikið opinbert fé til þess að hvetja til einhverja ákveðna hluta en eins og ég sagði áðan, þetta er bara regluverkið og allt þetta gengur út á það að það er að verja menn fyrir sveiflum. Þannig að akkurat þessar sveiflur á raforkumörkuðum og þær verða varðar í þessu styrkjum og það menn tala 15 ára skuldbindingu og það líka að svara annarri spurningu sem kom fram í Valdimari það hvað gerist í strengurinn bílar þá er það akkurat líka eitthvað sem að vera okkur ákveðin leyti en allt þetta er mikil óvissu og alveg svo frá því ekki það er útilokað að svara þessum spurningum en það eina sem að það er mjög margt þetta sem þarf að skoða og reyna að meta og það er það sem við erum að reyna að gera. Það er líka leiðrétt af Valdimar með fjarskiptastrengina. Við lögðum fyrsta fjarskiptastrengið fyrir rúmum 100 árum. Hann gekk líka illa fyrstu árin en skilaði svo miklum arði þegar upp við að staðið. Ég er algjörlega sammála því sem að Einar Sveinbjörnsson sagði áðan að það er mjög skynsamlegt að líta á þetta sem í raun og veru tengingu við umheiminn og ég er algjörlega sannfærður það sjálfur að við þeir sem búum á þessari eyju þurfum á öllum þeim tengingum að halda í framtíðin sem við getum komið á. Og ég er líka jafn sannfærður það að fjárfestingar í svona innviðum að það tekur langa tíma, þær eru alltaf erfiðar og menn þurfa mikla þolinmæði til þess að láta þær fjárfestingar ganga upp. Þetta skiptir miklu máli að stefna þessi rétt. Mér finnst það líka og þessu komum við Eiríkis þetta er spurning stefnumótun og taka afstöðu til stefnu síðan til mjög langa tíma útlæðinu. Ráður útflytjandi að kom líka fram er það sem sagt ég finnst það sem skilur hvað það er ráðara og er það eitthvað ómerkilegt sko er það sem að selja rafmagn inn á kröfuharðasta markaði heimi, það markað sem borgar hæsta verði og við fáum tækifæri til þess að selja annars konar vöru, við fáum að selja þessa afltoppa og spila á móti hvernig iðnfyrirtæki virka. Er það vond fara? Mitt svar er einfaldlega nei, það er eftirsóttasta vara í þessum heimi í dag. Og ég sé markaðsmaður og hefur verið að horfast á markað og hvernig þetta er eitthvað það sem er hvað eftirsóttast að vera í dag, það er að selja græna endurnýjanlega orku inn á þann markað sem það er mest að því að halda. Alveg eins og það er í dag að það er ekkert ómerkilegt við það að veiða fisk hérna í Norður-Atlantshafinu í okkur og setja hann upp í flugvél og senda hann til New York og koma hann á veitingastað deginum eftir. Það er sá fiskur sem við fáum hvað mest borgað fyrir. Og svo er það sá arður
sem við getum notað til þess að gera hvað við viljum og þess að alveg rétt sem kom fyrir Eiríki að það skiptir okkur máli hvað verður að nara. Einhverja fleiri spurningar sem ég er að glemja hér? Já, Færeyjar. Já, ég lít á það sem annað mál en mjög áhugavert mál og alveg í línu með það sem er að gerast í heiminum. En það er engin hagkvæmni því að leggja rafstreng til Skotlands og láta okkur við í Færeyjar. Landtökustöðurnar kosta 300 milljónir evra og það er 2 landtökustöður í Færeyjum þannig að hagkvæmni Færeyjar og notkun í Færeyjum er mjög lítil. En það er hins vegar, og það er mjög margt að gerast líka í litlum sæstrengi og út af uppbyggingu og sjóbæði í olíuiðnaðinum og offshore vind. Það var mjög mikið að gerast í tengingum, í litlum tengingum sem eru kannski önnur tekník, annan mál. Takk Magnús. ESB og styrkirnir og hugsanlega lánveiting og allt þetta geta skilyrða skoðandumarka hérna. Þú eitthvað kommentar á það? Ég get alveg sagt að Landsvirkjun er ekki að hugsa þetta mál eitthvað út frá aðgengi að lánsfjármagni. Landsvirkjun er alltaf að fara í þá átt að fjármagna sig á markaðskjörum. Við vorum þetta fyrirtæki á Íslandi sem var fyrst til þess að gefa út skuldabréf á alþjóðlegum skuldabréfamörkuðum. Það var gert á viðskiptalegum forsendum. Forstjóri okkar sagði núna á síðasta fundi að ríkisábyrgðin, hann hugsaði oft til þess hvort það væri gott fyrir fyrirtækið eða ekki. Og ég er alveg sannfærður að það er mjög áhugavert fyrir Landsvirkjun að verða og eins og sjá allir þessa stefnu. Hún gengur alltaf út og það við verðum orkufyrirtæki sem fjármagna sig á viðskiptalegum forsendum, alveg eins og önnur orkufyrirtæki í Evrópu. Þannig að þetta er ekkert með þörf Landsvirkjun fyrir lánsfjármagn, en Landsvirkjun er líka ekki þörf fyrir lánsfjármagn. Við fáum fleiri tilboð heldur en við tökum það að taka peninga að láni og við erum í dag að greiða niður lán. Við höfum verið að gera það undanfarna árum, greiða niður lán $200 milljónir á hverju ári. Takk Magnús. Eiríkur. Já, kæra þakkir. Það er kannski byrja á Valdimari. Þetta er alveg hárrétt sem þú segir og þú bendir á það að það þarf að leggja hérna fram mikið meira af upplýsingum. Það þarf að vera einhver fjárhagsleg greining á þessu verkefni og í því verða að liggja fram einhverja tölur og ég trúi því ekki að þegar Landsvirkjun er búin að vera að vinna að þessu máli með jafn skipulegum hætti og raun ber vitni síðustu 2 árin að þá liggja ekki fyrir svona hagkvæmnisathuganir og mér finnst aðeins á skorta þó að mér finnst nú vera ýmislegt lagt svo sem fram í þessar umræðu, það skortir á að tala allar hliðar málsins og það skortir á að tala gallana á málinu því þeir eru alveg örugglega fyrir hendi og mér þætti ánægjulegt til dæmis að Landsvirkjun myndi leggja fram í raun og veru sína vinnu í málinu. Það þætti mér mjög æskilegt. Svo lít ég ekkert endilega á það að það sé alfarið þess fyrirtækis að hafa frumkvæðað einu og öllu alla þætti sem snúa að þessum sæstreng og möguleikunum á honum. Það er alveg tilfellið að öll umræðan hingað til sem rétt var í byrjun, hún hefur lítið fjallað peninga og ég tek alveg heilshugar undir það með Valdimari sem ég nefndi held ég minni framsögn á það að sagan er ekki með okkur þegar kemur að aga í fjármálum og þetta verkefni krefst þess bara ansi mikið Það eru líka alveg grundvallar spurningar sem hafa verið nefndar í salnum sem að hafa veruleg áhrif á umræðuna málið. Þetta er alveg hárrétt hjá Vigdísi þegar hún bendir á fullveldisrétt þjóðarinnar varðandi þennan sæstreng og það blandast inn þetta Evrópusambandsmál ef að það er verið að semja á hinu kantinum afsalið á fullveldisréttinum gagnvart málum eins og sæstrengnum því að það hlýtur að vera eitt af lykilatriðunum við mati á því hvort að þetta sé rétt skref fyrir þjóðina eða ekki að við höfum þá fullveldisréttin á strengnum eða ekki. Það er annað atriði. Síðan er það bara önnur spurning sem ég ætla ekki að fara að reyna að svara hérna á einhverjum stuttum fundi hvort að það sé hægt að tryggja það með lagalegum hætti eins og til dæmis einhverjum tvíhliða samningi ef að niðurstaða verður Bretland en ekki Holland eða eitthvað þess aftar. Það er líka önnur spurning sem kom hérna hjá Skarphéðini þegar hann talaði rafmagnsframleiðendur. Það er eins og ég segi, þetta mun sæstrengur að mínu mati felur í sig grundvallarbreytingu á
orkustefnunni á Íslandi og áherslunni. Og þetta bara ákvörðun sem við þurfum, þetta mat sem við þurfum að fara í gegnum og enda með einhverja ákvörðun. Og eitt af því sem ég tel að muni vera afleiðing af sæstreng það að orkuframleiðsla hér, hún fer út úr landi í talsvert miklu mæli, jafnvel í miklu meiri hlutamæli, getur verið spámaður í því, og þar af leiðandi mun virðisaukin ekki taka snúning innan hagkerfisins. Það held ég að hljóti nú bara liggja svolítið í augum uppi. Nú ég verð bara hins vegar að segja það að ég... Hvað segirðu? Og ég skjóta einu inn í að ef að segjum bara þau fyrirtæki sem í landinu í dag standið sig í samkeppni kaupa raforku á móti sæstreng á þá að loka. Einhvern spurning. Já, ég meina eins og ég fór hérna yfir áðan, ég get ekki ímyndað mér það að öll framleiðsla sem nú seld inn á stóriðjunóturnar, hún hverfi bara á einni nóttu. Þetta náttúrulega langtíma umbreyting með það að gera. Í hvað miklu mæli líka fer hún á sæstreng og í hvað miklu mæli fer hún í stóriðjuna. Önnur spurning sem mér finnst vera þá tímabært líka að taka inn í umræðuna þegar við förum að velta fyrir okkur sæstreng, og þetta það síðasta sem ég ætla að segja, fundarstjóri, það að hinga til höfum við rekið Landsvirkjun sem í raun og veru virkjunarfélag. Það alveg valid spurning hvort að nú sé komið sá tími að við höfum að reka þetta félag sem rekstrarfélag og að leggja meiri áherslu á það að fyrirtækið skili þá arðsemi inn til þjóðarbúsins og við tökum svo bara þessa sæstrengsumræðu síðar. Og þá meina ég eftir áratug eða 2 eða eitthvað þess að það. Þetta tæknilega mögulegt, þetta kann að vera fjárhagslega hagkvæmt. En hvað það sem kallar á það að við förum akkúrat í þessa hagnýtingu núna? Þetta ein spurningin í umræðunni. Takk ykkur. Sigurður Ingi örstutt og svo tökum við hérna síðustu spurningarnar inn í kjölfarið og allir að vera mjög stuttorðir og gagnorðir. Gjörðu svo vel, Sigurður Ingi. Það skal vera mjög snöggur. Það alveg rétt að ríkisstjórn sem sækir með Evrópusambandið en á ríkisstjórn á móti því og ríkisstjórn sem ætlar að breyta sjávarútvegskerfinu á Íslandi en leggur til við Evrópusambandið að taka upp sama sjávarútvegskerfi af því það best í heimi og ríkisstjórn sem að leggja það til að það verði farið í sæstreng en ætlar að koma upp fyrir að vera nokkuð meira virkjað. Þetta auðvitað ekki ríkisstjórn sem við viljum hafa en það ætlum að breyta því og það er nú saga. Þetta mjög góðir punktar sem hér hafa komið fram og ég ætla að segja fyrir okkur sem erum í nefndinni að það var betri en ekki að hafa venn eins og Valdimar þá hans þekkingu inn í nefndinni. Við erum auðvitað að vega og meta fleiri þætti heldur en við erum rætt hér sem eru bæði kostur og gallar. Það hefur til dæmis verið rætt annars vegar og það frá orkumálastjóra, þá aðferðafræði að selja bara toppa og Eiríkur benti að mynda á að hversu svona ólíklegt að það er síðan niðurstaðan. Meðan Landsvirkjun hefur verið að tala að nýta 98% 700 megawatt strengi, sem þetta 2 gjör ólíka leiðir. Það líka verið talað það að þessi strengur yrði aldrei lagður af Landsvirkjun eða Landsneti eða ríkinu, aldrei á þeirra ábyrgð. Aftur á móti hefur hins vegar verið sagt að það sé mikilvægt að Landsnet sem myndi dreifa orkunni þá út úr landinu að einhverju stað myndi hafa samskipti við Landsnet Skota sem eru aðeins með öðruvísi kerfi í dag vegna þess að það yrði ekki viðurkennt í dag og það að breytast. Að þetta sé eingöngu einkaaðilar, það sé verið að selja þetta til einhver einkaaðila og þeir muni stýra þessu. Heldur þetta verði stjórnað af samningum ríkja. Þannig að það er fullt af svona þáttum sem eru bæði kostir í en eru líka gallar sem á eftir að vega og meta og þetta umræða sem að byrja og þarf að fara miklu lengra í þessum samráðsferli. Þar þurfum við að skoða alla kosti og galla og velta upp sem flestum hlutum og síðan þarf umræðan að halda áfram. Það var ekki að taka ákvörðun daginn eftir, það væri alveg galið og þessi umræða þarf líka að fara fram í samfélaginu. Þetta nú í bili. Já, takk Sigurður Ingi, nú tökum við síðustu spurningar, svona mínútu á mann. Það var hér næstur, gjörðu svo vel hér aftast, ég gleymi alltaf hvað það heitir. Fyrirgefðu. Kristín á hefur. Ég var auðvitað með samtökum og rannsóknum á Afríku. Hvað má kostnaður við sæti fara mikið fram á áætlun? Svo
þessi strengir sem fara djúpt, er það á Rússum? Opnum við. Takk fyrir, gjör svo vel, þú ert næstur. Já, það er ekki komið Geir Gunnarsson. Ég má bara byrja að segja það mér til að vera það mikið svona óljósum spurningum en þá að þetta er alveg út í hött að vera að gefa sér fyrir það að þetta sé ómögulegt verkefni og alveg fáránlegt á þessum flokki og forystufólki þar að vera að koma með svoleiðis slembidóma hér eins og mjög stundum bara viðgangast hér hjá okkur við gerum það. En það sem ég alveg talað til þeim með Valdimar og þeir mér vanta mikið af upplýsingum. Ég gef mér það að það færði verið út og þá verði það meiri virðisauki af þessu heldur en að vera með framleiðslu í landinu. Þið getur bara setja upp í sófa og helmingi miklu betri laun og gert ekki neitt eða gert eitthvað allt annað. Það er það sem er forsendan og það er það sem ég komst inn á það. Að það er meiri virðisauki að því að fara út í þetta heldur en að hafa framleiðslu eins og verið en það tekur einhver tíma að breyta. En svo er alltaf að breytast jafnsamlega. En ég fannst vanta talsett af upplýsingum þannig að maður getur lagt það niður fyrir sér hvort þessi hægt eða ekki hægt. Það vantar til þess að segja, er þetta toppurinn eða er þetta niður framleiðsla, hvernig er verðin, hvert er magnið, hvernig er arðsemiskrafan. Þetta er bara það sem í svona fjárfestingadæmi það að vera við. Og það er ekki annað. Ég get ekki svarðið fyrir mig hvort sem mjög mótið þessu fyrir en slíkt. Hárrétt hjá þig, Guðmundur, þakka fyrir. Sveinbjörg, gjörðu svo vel. Já, sælverði. Ég ætla bara að byrja því að þakka ykkur fyrir að búa þessum fundar og sérstaklega til það, og ekkert af því að við náttúrulega til að framkvæmna að koma, það var náttúrulega bara söluræða. En við fyrir kannski var og svo með hérna eigingi. En fyrir 20 árum þá var ég að læra hérna eðlisfræði og starffræði í menntaskóla. Og ég fekk alveg til að læra rafmagn og superkontraktara eða framleiðni. Og bara, hei, þú veist, hérna bara af hverju ekki komið með hérna sæstrenginn yfir og fann að selja rafmagn. Og þá sagði doktorinn í hérna eðlisfræði, þeir kendi mér og hafði hún notabene lagt í Noregi. Og sagði alltaf öllum bekknum að við vorum bara komið dollarmerki í augun, sko. Bara algjörlega, þú veist, 20. Ja, sko, það er nú vel að þannig, sko, að þú veist að við sittum rafmagn að stað hérna í Sundsveigamín. En þegar við komum til Bretlands þá er ekkert eftir. Og ég veit það alveg að það hefur orðið mikið framleiðna aukning og breyting á þessu superkonduktorum sem eru að framleiða mikið. Við erum að taka dæmi við Noreg. Þeir eru ekki að leggja svona langa strengi eins og við komum fram við það. Þetta er smá inngangur af því sem ég er að spyrja. Eins og við komum fram, þá voru að fara að leggja lengsta strengi. Og það vantar fullt upplýsingum og ég er ekki að segja mjög mótist. Fyrir 20 árum þá bara var ég alveg geim, sko. Það bara var ekki tækning. Það sem fer hérna út, meðan það á þessu landsvirkjum hérna, hver eru áætlanir að skili sér til neytandans? Það er númer 1. Og þetta er bara grundvallar forsenda fyrir verkefninu. Og hafið þið í ykkar rannsóknum einhverjar sambærilega langa strengir, þó sé ekki alveg svona 1000 km, og að tala hérna, þú veist, hvert er orkutapið á 500 km, hvert er orkutapið á 700 km, 800 km og hvað er að hafa orkutap þarna. Vegna þess að það skiptir máli, það er verið að leggja 700 megawatt streng á milli, að Kárahnjúkaverkjum að 690, við þurfum þetta með miklu hærri að verðum að skila lokast við 700. Er það fylgjum? Þannig að spurningin er hvað erum við að horfa, og þetta er bara sem að þarf að vita. Þetta er þetta þjóðan þarf að vita, ef að landsvirkjum fer ekki í þetta, þá þarf bara að gera sér nefnd sem tekur þetta við. Annars vegar, ætla ég að vegna þess að ég held að Magnús hafa sagt, þetta er og hugmyndir með Vestmannaeyjar að auðvitað er þetta tenging umheimi. Orka fer ekki bara einstrengur, hann fer ekki bara einu áttina, hann fer ekki bara frá Íslandi út, hann fer líka tilbaka. Þannig að ég spyr mig, í ljósi þess að við minnum nú að umræðum iðnaðarsalt hafi komið inn fyrir þar sem við verðum að setja iðnaðarsalt í matvæli en við kunum okkur hafa mjög hreint salt hérna annar staðar frá. Skapast ekki einmitt hættan á því að við séum að fara að selja og nú er þetta kannski sem neikvæða klúta og ég veist velmenningar því ég er ekkert að neikvæða fyrirfram, ég er bara að segja ykkur þetta er sem mér er efst í huga að við séum að selja orku á 115 evrum út en eitthvað til fyrirstöðu og eru neytendur þessar lands eitthvað meðvitaður það þótt að við séum ekki bara að fá kjarnorkuorkuna sem kemur ódýrt sprengið tilbaka inn í húsin til okkar. Þetta er hugsunin fyrir börnin mín í framtíðinni.
Þannig að þetta eru tvær spurningar, þetta er orkutapið og þá vil ég meina með lagasetningu. Því það þýðir ekki að treysta á siðferði fyrirtækja í dag að með lagasetningu þurfa að koma í veg fyrir að það verður heimilt að flytja annað en græna orku um streng. Takk fyrir Björn. Síðustu tvær hlutmiðar hér úr sófanum. Árni, gjörðu svo fyrst. Takk fyrir. Ég ætla að segja ykkur á geta fólki að byrja afsökun og ég ætla ekki að standa upp. Ég var aldrei erfitt með það. En það sem ég ætla að segja, ég las í Mokkanum held ég síðastliðið sumar og þið vitið einhver staðar stendur ekki líf mokkinn að þá voru Norðmenn íbúin að tengja streng til Hollands. Að þá sama dag hefði rafmagn í Noregi hækkað helming. Og miðað við það eins og ég sé stjórnunum hér á Íslandi síðustu 10-15 árin að þá myndi ég álíta það ef við myndum gera þetta að þá myndi það svona fjórfaldast. Og eftir að vera búin að sjá það sem að hefur nú bara nú skeið hérna á Suðurnesjunum að þá er ég hræddur það að gæti nú farið að fjölga dálítið skúffufyrirtækjunum hérna á Íslandi. Og aðeins í sambandi við kvótann af því að var komið aðeins inn á náðan þá vil ég segja það í sambandi við Vestfirði að þegar kvótinn var settur á að þá var landsframleiðsla af sjávarafurðum á Vestfjörðum 25%, í dag er það 6% og ég segi bara takk fyrir. Takk Árni, þú síðastur gjörðu svo vel. Ágúst Karlsson heit ég. Ég ætla kannski að byrja á því að leiðrétta seinast að ræða. Það er nefnilega ekkert að marka mála. En hér hefur verið haldin erindi það, mjög skemmtilega og góðleg, sem að eiginlega eingöngu hafa snúið sem strengin og lagningu strengs. Það væntanlega strengs eða væntanlega ekki. Nú þetta er allt saman yfirsteganlegt sjálfsagt, en svona einhverjar forvitni spurningar koma upp í fyrsta lagi þetta. Hvar ætlum að fá 700 megawatt til virkjunar á tímum raunverulega sem allt er í lás í þeim málum í dag og við erum að tala líklega tvöfalda Kárahnjúkavirkjun ef ég man rétt. Í öðru lagi þetta svona til forvitni er þessi strengur í einum streng, kannski einn fasi í hverju streng, eru fleiri en einn eða tveir eða þrír til þess að dreifa áhættinu vegna slita. Öðru lagi á hvernig spennu og hvernig straumform er þetta jafnstraumur eða rafstraumur. Ég vil hvorki, þegar maður heyrir fagfólk og sérfræðingar tala þessi mál og þá fyllist maður áhugasverða til og lítur framtíðina bjartari augum ef að Alþingi einhvern tíma gæti komist út úr kjaftafasanum og farið að framkvæma þetta sjá til að mér sýnist að á Austurlandinu, þessi strengurinn færi væntanlega í hafið, að það sé ekki hægt að finna þessa óbeisluðu orku og þá yrði sett í gang meiri virkjunarframkvæmdir hérna á Þjórsárssvæðinu og Suðvestursvæðinu. Til þess að þetta sé framkvæmanlegt og það sem að þarf af öryggisástæðum fyrst og fremst og dreifingar að sé, það er að binda háspennu línurnar eða virkinn saman öryggisins vegna og líka raun og veru til þess að hægt að dreifa toppunum sitt á hvað sem að kannski ekki svo miklir ef við erum að selja 90% til orkuverna. En ég sé fyrir mér í framtíð, hvað sem við tölum strengur að þetta verði gert og yfir hálendið yrði lögð háspennulína til tengingar hérna frá Suðurlandi, Austurlandi og í einn þingeyjarsýslu svæðið. Okkur hættir til þess að tala eitt atriði í einu. Þegar þetta var gert, þá þurfum við náttúrulega á einum að leggja veg yfir hálendið líka til þess að stytta leiðir milli landshluta, til þess að sé auðveldara að leggja línuna, til þess að sé auðveldara að viðhalda á henni og tengja þetta líka ferðamennsku. Við þurfum, ef við tökum þetta í stærra samhengi, að efla það líka ferðamennsku líka
ekki bara yfir sumartímann, heldur líka yfir allt árið. Og hér koma útlendingar í massavís, meðal annars til þess að líta á norðurljósin. Við getum lengt þetta eins og við viljum yfir veðurtíma líka og upp á hálendinu. Það ætti að byggja hótel eða verustaði fyrir þetta fólk og lengja ferðamannatímann yfir allt árið þegar hér kemur fólk líka til þess að upplifa eitthvað sem það sér ekki annars að taka. Takk hérlega. Þá ljúkum þessu fundi örstutt frá hverjum og einu hérna í lokin. Fyrstur Magnús. Já, það eru margar spurningar og áhugaverðar. Ég er svona rauðið þráðurinn sko, í svona gagnrýnum á okkar störf og við erum bara gott að heyra það að það vantar meira upplýsingar og ég vil verið sammála því. Magnús Þór Gylfason sem satt hérna allan fundinn, hann heyrði þetta líka og við munum vinna á það á London, hann er ábyrgð á okkar samskiptamálum og það er bara mjög áhugavert að heyra. Ég finnst líka mjög áhugavert að heyra þessi sjónarmið sem koma hérna fram frá mörgum að það er svona almennt sammála því að það sé rétt að skoða þetta og það er það sem við erum að gera. Ég ætla enn og aftur að ítreka það. Það er ekki verið að leggja til að leggja streng. Ég heyrði það líka að menn hefur bara heyrt jákvæðu hliðarnar og ég hefði með söluræðu og það getur vel verið að ég ber ábyrgð á sölu- og markaðsmálum Landsvirkjunar, þannig að ef ég var ekki góður sölumaður þá ætti vel ekki til að ég er reikinn. Og auðvitað þannig með öll verkefni sem eru flókin, stór og flókin verkefni, þá þýðir ekkert annað heldur en að þú verður að vilja að reyna að klára verkefni. En að samaskap verður líka að hafa þroska til þess að viðurkenna það að ef þú lendir á einhverjum óyfirstíganlegum þáttum þá verður þú að sætta þig við það að verkefni klárast ekki. Þetta er bara eðli allra verkefna og það er verið að nálgast verkefni nákvæmlega með þessum hætti. Sveinbjörg var að vitna í gamla eðlisfræðikennara sinn fyrir 20 árum síðan og ég efast ekki það að hann vissi mikið flutninga á rafmagni og örugglega miklu meira heldur en ég veit. En hins vegar að þá segja okkar tæknimenn og ég ekki á Valdimar geti staðfest það að nýtingin á þessari orku yrði mjög mikil. Við erum að tala kannski afföll á 1000 km steig til Bretlands sem er yfir 67%. Og þannig að það er tiltölulega óverulegt sem tapast, en vissulega tapast eitthvað. Þannig að sú tækni er klárlega fyrir hendi. Það kom líka fram hérna og hefur komið fram aftur og aftur með hvaðan orkan á sóma og rammaáætlun. Þá er mikilvægt að þegar við segjum 700 MW strengur að þá þýðir það ekki endilega að það verði byggð 700 MW virkjun. Því eins og ég reyndi að fara yfir einn mínum unni hérna 3 stoðirnar og þá erum við að tala um að besta þá orku sem við fáum út úr núverandi kerfi. Og þessi tenging, hún opnar alveg nýja möguleika í því. Og það er þannig að þetta er ekki þannig að 700 MW strengur kallar á 700 MW virkjun. Þetta er 700 MW strengur, mjög líklega kallar hann á einhverja aukna framleiðslu en þetta kemur kannski úr orkan kemur úr þremur, upprunaverður á 3 stöðum. Það verður betri nýting á kerfinu sem við erum í dag, betri bara við verðum með hagkvæmari framleiðslu. Það var í öðru lagi að þá var hægt að spila á þarfir viðskiptavinnuna. Við getum verið eitthvað betri byrgi og það kemur líka sem við höfum heyrt frá öðrum erum að reka þann iðnaðinn frá okkur. Það er ekki bara þessi ókostir við iðnaðinn, þetta eru líka kostir. Og kostirnir eru þeir að við getum verið sveigjanlegri byrgi til þeirra. En við getum sagt að það er illa árar hjá álverunum og álverið er lágt. Minnkið þá vegna framleiðslunnar að draga meira úr og við skulum þá selja orkuna strenginn. Þannig að þetta er alltaf hugsun. Það er líka þetta sem er öryggismálið að strengurinn virkar í góðar áttir. Og svo líka sem ég er ekki heyrt hérna í spurningunum en ég reyndi mikið að fara yfir í mínu inngangserindi og ég vil skipta gríðarlega miklu máli og ég hvet ykkur svona þess að íhuga að það er áhaldadreifing. Viljum við sem samfélag vera háð einni atvinnugrein? Við munum það allir sem ólust upp við að vera að 80% af útflutningsverðmætum í Íslandi kom frá sjávarútvegi og langstærsti hlutinn af því var frosinn þorskur. Og menn höfðu mikið fyrir því að fá aukinn fjölbreytileika með því að byggja upp iðnað. Og nú kannski bara komin að næsta skrefi þar. Já, það er ég búin með spurningarnar eða? Jó, Atli, þetta er nú, þetta er ekki dæmandi í dag, þetta er svona kjörsvæðið ykkur.
Já, bara stutt og bara að taka upp þennan síðasta punkt og þá náttúrulega hefur okkur tekist bara innan fleiri atvinnugreina að auka fjölbreytni á undanförnum árum og áratugum sem betur fer og það er þetta bara stefna sem við höldum á ferðaþjónusta, sjávarútvegur og iðnaðurinn, þetta allt stoðir og það er hver og ein spila rullu og eiga að spila rullu og þá auka vægið þeirra hverja fyrir sig. Hérna Guðmundur Gylfi spurðum, benti við þetta á það sem hefur alveg komið fram hérna að það þarf auðvitað frekari upplýsingar, til dæmis varðandi það að vega og meta það hvort að þetta sé kostur en eitt galli að breytast í meiri hráefnisframleiðanda heldur en að við hingað til verið. Þarna skiptir auðvitað máli að það séu til einhverja stærðargráður og fyrir framan okkur það hver er virðisaukin af verkefninu og réttlætir sá virðisauki þessa umbreytingu. Er þetta bara einfaldlega hagkvæmara að verða hráefnisframleiðandi heldur en að vera á raforku heldur en að vera að nota það innanlands. Síðan vil ég kannski segja varðandi lengd strengsins að tækninni hefur fleygt mikið fram og eins og Magnús nefndi hérna að orkutapið í svona streng er talið vera 6–7%. Ég meina fyrir ekki svo löngu síðan voru menn að tala um 10–20% orkutap í svona streng. Við erum auðvitað með streng sem er vitaskuld ekki jafn langur sem er nýlegur sem er á milli Noregs og Hollands en ég held að það væri nú til dæmis einn liður í þessari umræðu að það kæmi hérna meira upplýsingum þann streng inn í umræðuna og hvernig hann hefur virkað og líka bara hvernig tap og tæknilegi hlutir hafa snúið í raunveruleikanum þegar kemur að þeim streng. Ég held að þetta geti allt hjálpað. Ég vil kannski aðeins að lokum bara tala um það að orka sem slík er náttúrulega eitthvert veigamesta verðmæti sem að samfélag höndlar og pólitík og stjórnmál geta bara umbreyst og snúist þetta. Við sjáum nú bara pólitík sem gerist í löndum gamlu Sovétríkjanna sem vitnum þetta og þegar við, á þess að ég vil gera lítið úr ábendingu sem Einar Sveinbjörnsson var með, þá á ég mjög erfitt með að líta á orkuflutning sem samgöngumál. Þetta er svo veigamikið verðmæti og þegar ofan á það bætist að við erum að fást kannski við aðra vídd sem er einhverjar skyldur sem við göngumst undir í alþjóðlegum samskiptum okkar innan til dæmis Evrópusambandsins og þess að við erum hluti af orkukerfi Evrópusambandsins nú þegar í dag og ef að Evrópusambandsaðild yrði síðan að veruleika þá væri hér að ræða einhverja skilyrðislausa orkuafhendingu að þá ef að strengur yrði staðreynd þá erum við auðvitað með pólitískt búin að afsala okkur talsverðum fullveldisrétti gagnvart orkunni sem við erum að framleiða. Ég segi þetta ekki, þetta er bara ábending inn í umræðuna og til að dýpka hana. Að öðru leyti þá ætla ég að fá að þakka kærlega fyrir þennan fund og mér finnst ánægjulegt hvernig salurinn hérna meðtekur þessu umræðu. Það er gríðarlega mikið af spurningum og það er bara vel. Fólk á að hafa skoðanir á þessu og það er engin spurning nógu heimskuleg til þess að það réttlæti ekki að spyrja hann. Kæra þakkir Eiríkur, Sigurður Ingi Ljófald, Björn Þór. Já, takk fyrir þetta og ég ætla að byrja að þakka Framsóknarfélaga Reykjavíkur og Jóninga og Kristni fyrir að standa fyrir þessum fundum. Þeir eru öflugir og áhugaverðir og skemmtilegir. Ástæða fyrir þessum hugmyndum okkar að koma á þessum samráðshópi sem betur fyrir varð síðan er að Landsvirkjun er langstærsti leikarinn á þessu sviði en við vildum ekki að vera einráðar í ýmsum ástæðum og viljum að umræðan sé miklu víðari. Verkefnið erum við bara rétt byrjuð á í þessum samráðshópi. Það er gríðarlega margslungið og flókið og það snýst bæði þetta eins og við höfum rætt í dag, pólitíska hliðina, umhverfislega hliðina, arðsemishliðina og áhrifin hér innanlands á samfélagið. Og öllum þessum þáttum verðum við að reyna að svara eins skilmerkilega og hægt allavega að setja þá fram þær spurningar sem verða ósvaraðar eftir þá vinnu. En verkefni hlýtur að snúast annars vegar það að tryggja það að arðurinn frá orkunni verði áfram hjá þjóðinni með einum öðrum hætti. Hvort sem við þurfum að gera það með lagalegum hætti eða eitthvað ef við förum í þetta verkefni. Ég vil líka segja það varðandi
Evrópusambandsumræðuna. Það sem ég meinti með að hún trufli að ef þetta verkefni háð því að við séum í aðildarviðræðum eða förum inn í Evrópusambandið, þá þetta verkefni steindautt fyrir mér strax og eigi ekki að skoða það frekar. Ef þetta hins vegar verkefni áhugavert, þrátt fyrir það að þessir styrkir séu eins og þeir eru og þeir séu ekki sjálfgefnir og einhver aðrir þættir séu, þá eigum við að skoða þetta áfram og velta þessu fyrir okkur. Við höfum líka á samhliða að tryggja það að orkan sem almenningseign sé eins ódýr og hún hægt er. Við höfum verið að velta því fyrir okkur núna til dæmis að hér hefur verið að ræða hátt verð á rafmagni sem hluta til dreifingarkostnaðurinn. Við höfum sótt allar undanþágur til Evrópusambandsins og höfum þær. Við höfum bara aldrei nýtt einu einustu. Og það getum við enn gert. Við gætum til dæmis ákveðið að sameina allar dreifiveitur allra fyrirtækja. Þetta allt opinber eigu fyrirtæki. Þetta Landsnet, Rarik sem eigu ríkisins, Orkuveita Reykjavíkur, höfuðborginni, HS Veitur sem í eigu sveitarfélagana en ekki neinna annarra, Fallorka og Orkubú Vestfjarða. Þetta er 6 stærstu fyrirtæki sem taka sér 99% markanum. Af hverju erum við með ímyndaða samkeppni á sérleyfi skyldri starfsemi í 6 fyrirtækjum sem eigu opinbera aðallega í 320.000 manna landi af því að við yfirtókum einhverja innleiðingu frá Evrópusambandinu. Þetta er hreinasta bull. Og ef þetta væri eitt fyrirtæki, þá væri augljóst að það væri mjög auðvelt að jafna dreifingarkostnaðinn þar. Svo það sé nú sagt. Og svo varðandi arðinn hingað til, að þá var einn vinnur minn úr orkugeiranum sem hefur unnið bæði í Landsvirkjun og Landsneti slegið á þetta að annars vegar hann tekur orkuverðið í Danmörku frá 1970 þegar Búrfell kemur inn og breytir þessari orkustöðu á Íslandi. Við annars vegar við orkuverðið þar eða olíuverð, þá ávinningur almennings á þessum tíma á bílunu 2000 til 4000 milljarðar. Það er stóra tölur. Þannig að ávinningurinn á næstu áratugum, hann verður að vera jafn stór ef við fyrir þessa leið, ef orkuverðið hækkar og við verðum að tryggja það, að sá ávinningur fari til að bæta lífskjör allra landsmanna. Flott, Sigurður. Ameríkaninn segir there are no free lunches, en það er alveg ljóst að við vorum hér í forréttinum að þessum sæstreng í dag, aðalrétturinn og stóru réttirnir eru eftir, þannig að við erum bara að koma af stað jákvæðri umræðu og greiningu á þessu. Það vantar fullt af upplýsingum, þannig að við vorum bara með þennan fína forrétt í dag. Þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna og ykkur líka hér sem mættu í dag. Næsta laugardag er kjördæmaþing í Reykjavík, þannig að þá verðum við með kjördæmaþing hér í salnum með síðan koll að kolli verða hér spennandi fundir alla laugardaga eins og flest ykkar þekkið. Takk fyrir kærlega fyrir.